Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Næst ætlum við að forvitnast aðeins hjóladag á Akureyri en þeir fara fram núna helgina. Eru reyndar byrjaði þegar þessi þáttur fer í loftið. Velkomin Jói og Sigga. Takk fyrir. Skipuleggjendur dagana. Ásamt fleirum kannski eða? Já. Heill haugur að græja þetta? Já, þetta samvinnuverkefni eins og allt. Eins og allt. Þetta ekki fyrsta sinn sem að hjóladagar eru haldnir? Nei. Vitið eitthvað hvað þetta gömul hefð? Já, þetta ekki 7. árið? 7. árið, ég held það. Já. Og alltaf starra hverju ári. Og hvernig fer þetta fram? Farið þið bara í gallan og hjóluðum bæinn eða nei, kannski eitthvað aðeins meira? Aðeins meira en það. Ja. Við náttúrulega byrjuðum núna klukkan 6 í dag? Já. Með mótormessu. Séra Stefánía Glerárkirkju var með mótormessu. Og hvernig fer mótormessa fram? Þetta er náttúrulega ákaflega áhugavert. Hún fer ekki á mótorhjóli inn í kirkjuna, Nei, en það var nú kannski góð hugmynd. Þetta er svona kannski minnast félaga sem eru farnir og svona aðeins að impra á því að lífið er ekki endalaust. Er þetta inn í kirkju sem sagt? Já, þetta er bara svona messa í kirkju. Ég sá fyrir mig ekstra úti og allir á hjólum og svona. Nei. Þetta er pínu svona rock'n'roll líka. Já. Bland. Já. Og það sérstök tónlist þá í þessari messu? Já, Já. Við erum ekki alveg í sálmunum, sko. Nei. Þetta er sem sagt liðið þegar þátturinn fyrir loftið. En svo er eitthvað meira sem þið gerið. Ef þú tæpir að því helsta kannski. Já, við byrjum á bara torginu klukkan 11:30 á laugardeginum. Já. Þar allar hópurinn að hittast og þeir sem að koma og náttúrulega bara frá öllu landslutum og við hittumst og í ár ætla DJ Grill að breyta sínu í svona bækerbúllu og bjóða upp á hamborgara og breyta eins og vera með tjöppurborgara og reisborgara og þú veist þannig að við ætlum að fara að snæða þar. Já. Og svo ætlar hjólasamtökin Bakka að leiða hópinn um bæinn. Og hvaða hjólasamtök eru það? Það er frá Reykjavík. Erum við ekki frá? Bikers Against Child Abuse. Ókei, já, skammstöðin er Bakka. Já, Bakka. Já. Og eru öll hjólasamtök með eitthvað nafn? Já. Samtök og klúbbar er svolítið ólíkt en allir eru með nafn, sko. Og á Akureyri eru kannski margir klúbbar eða? Já, eru nokkrir, en við erum með 10. Það er 10 sem stendur að baki sem er í rauninni bæði klúbbur og hollvinafélag Mótorhjólasafns Íslands. Já, það er nú eitt. Alltaf að styrkja það. Stórmerkilegt fyrirbæri hérna í bænum, Mótorhjólasafnið. Er eitthvað að vera þar? Já, við verðum þar svolítið. Já. Grill og leikir og svona skemmtileg hitt. Þannig að við tökum þennan hjólarúnt og endum á safninu. Þar ætlum við að leika okkur og fara í alls konar skrýtna skemmtilega leiki. Á laugardeginum? Já, á laugardeginum. Allir sem eiga mótorhjól, geta þeir verið með í þessu eða? Allir velkomnir og jafnvel þó þeir eigi hjól, sko. Þeir hafa bara áhuga. Koma bara labbandi, hjólandi, gangandi, hvernig sem er. Reiðhjól eru velkomin, vespur og endurhjól, bara allir. Með allir taka þátt í þessu með. Já, endilega kíkja á okkur. En hvernig verður maður svona mótorhjólagæi og gæla? Hvað gerist? Fæddist þið bara svona eða? Já, kannski pínu. Eða þú veist, maður sækir fyrir mig, þá fannst mér þetta alltaf heillandi. Bara alltaf frá því vokst krakki? Já. Í dag á ég til dæmis racer og ég sæki pínu í spennuna og hraðan, sko. En maður þarf náttúrulega að vera löglegur. Já. Eins og alltaf. Og varst þú bara, leið og máttir, tókstu þá mótorhjólapróf og keyptir þér mótorhjól? Var þetta bara þannig? Já, ég tók mitt bara leið og ég tók bílprófið, sko. Já. Og hefur bara alltaf átt mótorhjól síðan? Já, þetta er einhver ákveðin spenna og bara skemmtilegt. Þetta er eitthvað genónum, Þetta er genatengt og þetta er eins og hjá mér þá var þetta mikið í fjölskyldunni, sko. Já, mamma og pabbi kannski með delluna? Frændi minn og bróðir minn og fleiri og ég bara fékk þetta einhvern veginn beint í æð. Og búin að vera að hjóla í 35 ár, þannig að og þetta fer ekkert. Það fer ekkert. En hvað, breytist þetta eitthvað? Er maður æstari þegar maður er yngri og keyrir maður hraðar? Já, þetta er líka, nei. Nei, það er ekki þannig. Ég keyri bara alltaf hratt. Já. En löglega. En þetta breytist svolítið með árinu, eða sérst, maður fyrir svona upp og niður. Já. Farið allir eitthvað ferð á mótorhjóli eða líka bíla? Við hefum líka, ég og bíl, sko. Já, þetta er bara... Er þetta meira svona sport? Meira sport bara. Eins og aðri farið í sund, þá farið þið út að hjóla? Nákvæmlega. Já. En það er náttúrulega alveg, þú veist, maður fer alveg suma daga bara á hjóli og þú veist, það bara fer eftir... Kannski veðri? Já, og líka kannski hver er með manni, maður tekur ekki börnin kannski. Nei.
En börnin ykkar, ef þið börn, eru þau líka á leiðinni í þetta sporthaldiði? Því að þau alast upp við þetta? Nei, ekki sem er komið. Nei. Minn fór bara í eppana. Já, næsta En allavega mótortengt. Já, enn von. Það ein lítil sem að við kannski. Það enn von. Já. En ég sé alltaf fyrir mér í hillingum svona ferðalag á mótorhjóli. Eru þið mikið að ferðast á mótorhjólum? Já. Já, ég er búinn að taka nokkra túra með Evrópu. Já, ok. Það er svona... Er það ekki alveg geggjað? Það er svona, finnst mér toppurinn að vera að þvælast einhvers staðar einn á hjóli alla Evrópu, bara að fara eitthvað. Og hefur þið verið einn á ferð? Já, mjög mikið. Ertu þá með tjald eða hendur þér inn á hótel? Oftast með lítið kúlutjald bara. Já. Það er eiginlega þægilegast í ferðamáti. Langbest. Og þið komið náttúrulega alls konar á þessi hjól, en hjól og hjól er náttúrulega ekki það sama. Er þið ekki með eitthvað ákveðnar tegundir svona sem þið getið? Það er nú bara hvað þetta að fara að gera, sko. Eigið þið mörg hjól? Ég á eiginlega ekkert hjól eins og er. Ég er nýbúinn að selja, en ég er að kaupa annað. Já, eins gott. Annað væri skandall. Já. En ég hef átt alveg gríðarlega mörg hjól og mjög fjölbreytt. Til dæmis fer ég yfirleitt einu svona ári í hálendið. Já, þá þarf það eitthvað spes hjól kannski. Já, þá fer maður á endurhjólum og alls konar tekkjum og tólum. Já. Það er alveg, finnst mér ómissandi að fara einu svona ári upp á hálendið. Já. Áttu mörg hjól? Nei, ég á bara eitt hjól. Já. Og það dugar alveg? Já, en mér langar í annað. Mér langar eiga bæði reysir og tjöpur. Sem er svona, þú veist, þá sérstu bara niður og krúsar aðeins svona í bæinn. En reysirinn er meira, þú veist, eins og allar að spyrna á annað. Já. Leiktæki. Það er algjör fræði maður svona reynir að fylgja. Það er ekkert leiðilegt að eiga bæði. Nei. Við sjáum til. Og eitthvað fleira sem þið viljið koma að varandi hjóladagana? Þessi dagskrá er nú laugardag og sunnudag eða? Nei, á laugardaginn. Hún bara á laugardaginn. Við endum förum út að borða og endum svo Dimmu og Græni hattinn. Já, Dimmu er að spila. Dimmu kemur að spila. Það er náttúrulega stuð. Og hvað eigið þið von á mörgum? Þarf fólk að skrá sig eða vitið ekkert hvað margir birtast? Við vitum það aldrei, en það þarf ekkert skráninga. Við bara reddum hlutunum jafnóðum. Hvað hafið þið verið að fá marga til ykkar svona? Það er voða misjafnt. Já, stundum hefur verið 150, 80 fyrra. Þú veist, þetta er bara misjafnt. Var það út af veðri þá eða? Já, við erum nú vona kannski aðeins meira nú. Alltaf betri spá fyrir norðan. Já, þannig að þetta getur 150 manns. Já, allavega. Og margir á hjólum. Það setur svip á bæinn, væntanlega. Já, það gerir það. Ráð til þeirra sem að dreymir svona að komast á mótorhjól. Þetta er eitthvað orðið flóknar í dag, heldur en það var það ekki að fá þetta próf? Jú. Bæði flóknara og dýrara. Já. Þegar ég tek prófið, þá tek ég það með bílprófinu, sko, 17 ára. Fylgdi það bara með það? Þurftu að taka eitthvað aðeins extra? Nei, ég borgaði einhver 10.000 lauka eða eitthvað og þetta var mjög einfalt og fljótlegt, sko. En nú er þetta eitthvað flókið? Já, nú er þetta námskeið og þrepaskipt. Þú færð ekki prófa á stæðstu hjólinn 17 ára, sko. Nei. Þú ert að taka þetta í þrepum. Og við veitum hvað kostar mótorhjólapróf? Nei, það er dýrt. Það er dýrt. Það er alltaf dálítið dýrt í dag. Það er bara að kanna þetta og láta vaða ef maður er með þessa bakteríu. Já, það er of seint að hugsa þetta á dánarbeðinu, sko. Nákvæmlega. Lífið er ekkert endalaust, sko. Það er ekki endalaust. Lífið er núna. Það er núna. Takk fyrir að þetta eru fín lokaorð. Tíminn er hlaupinn frá okkur. Góða skemmtun um helgina. Takk fyrir. Og takk fyrir komin í þáttinn. Takk fyrir. Takk hérlega.